Jæja, ég búin að koma með vel fyrir í stofunni hjá Sigurborgu og Inga Hansson í Grundarfirði, en við ætlum að taka hana Sigurborg tali. Hún nefnilega með mjög skemmtilega námskeið í gangi á netinu. Ég veit að starfið þitt og starfið ykkar hjóna gengur svolítið út á að vera í hóp, fá hópa til ykkar, ferðast, fara og vera með fyrirlestra innan fólk. Nú dálítið hart í ári, en þú hefur brugðist vel við því. Þú ert með ýmis námskeið í gangi. Viltu segja mér frá því hvað ferli fór í gang þegar að COVID kom hérna til landsins? Fyrst tókum við því bara mjög eiginlega fagnandi og í mars þá áttum við hér bara og núna í vor áttum við alveg dásamlega 6 vikur í sjálfskipaðri sóttkví og það var bara alveg yndislegt að fara í hægan og rólegan takt. En svo náttúrulega breytist allt núna þegar þetta fer af stað svona miklum krafti núna með haustinu. Og þá bara orðin einhver búblandi sköpunarkraftur sem þarf bara að fá útrás. Það er ekki endalaust hægt að vera bara í róliheitunum. Og nú náttúrulega allt þannig lagað á netinu og það sem ég hef verið að gera núna að taka upp þráðinn frá ýmsu öðru sem ég hef verið að kenna og flytja það yfir á netið. Og þar sá ég að þú varst með slökun og öndun til dæmis, námskeiðið því í gegnum netið. Já, ég hef í gegnum árin kennt jóga hérna í Grundarfirði og var komin í pásu frá því og svo var ekki hægt að byrja aftur út af COVID. Og ég var bara að hugsa hreinlega fyrir nokkrum dögum síðan. Ég sagði, sko, þetta gengur ekki. Við verðum að finna einhverja leið til þess að slaka. Af því þetta hefur svo mikil áhrif á okkur. Öll þessi óvissa, undirliggjandi ótti, afkomu ótti og alls konar sem fólk að glíma við. Og ég sagði bara, við verðum að anda og slaka okkur í gegnum þetta. Og úr varð bara hálftíma kvöldstund með öndun og slökun 2 í viku frá 10 til 10:30 sem ég nota bara, þá nota ég Zoom og síðan fær fólk slóðin að senda þannig að það getur notað þetta aftur eða gert þetta á öðrum tímum ef þessi tími hentar ekki. Og í gegnum öndunina tengjur þig gegnum fætur við jörðina, gegnum hvirfil við himininn, við efni og anda. Þú ert líka með rosalega spennandi námskeið sem heitir að mig minnir til fundar við formæður. Viltu útskýra það fyrir mér? Þetta verkefni sem hefur staðið í bara einhver 8 ár, ef ég man rétt, 7 ár, sem ég hef unnið með vinkonum minni og sagnakonunni Sigurbjörgu Karlsdóttur. Og þá byrjaði það þannig að við fórum sjálfar að vinna með sögur okkar formæðra. Spratt út frá því að hafa verið á ættarmóti að segja sögur formæðra og feðra og Ingi hans maðurinn minn hjálpaði mér að grúska svolítið og svo bara sagði ég söguna og það gerðist svo mikill galdur á þessum ættarmótum og þetta bara lét mig ekki í frið. Mér langar svo að fleiri fá að upplifa þetta og og það svona einhvern veginn bankaði upp á bara þessi titill til fundar við formæður. Og við Sibba fórum að vinna upp sögur ákveðina formæðra og fórum að hafa sögustundir og síðan námskeið þar sem að konur hafa tekið þátt og unnið með sögur formæðra og þá þetta ekki eitthvað gríðarlega áhersla á ættfræði eða sagnfræði heldur sögu persónunnar og konur grúska þá svolítið og sumar vita ýmislegt eða heyra í ættmennum, eldri ættmennum og eitthvað svona og enda á að setja saman sögu sem áheyrileg saga, svona bara 7 mínútna saga eitthvað svoleiðis og standa upp og segja hana. Og það öðruvísi að standa upp og segja sögu og leyfa henni svolítið bara flæði gegnum sig heldur en að lesa hana upp á blaði. Og þetta búið að vera alveg stórkostlegt ævintýri. En núna ekki hægt að vera með þetta í raunheimum, þannig að við fluttum þetta yfir á netið og byrjum núna með það 2. nóvember. En við ætlum að prófa, ef aðstæður leyfa, að koma svo saman. Þannig að hópurinn sem tekur þátt komi saman 21. nóvember á laugardegi í Gerðubergi í Reykjavík. Og þar verður uppskeruhátíð og þar getum við stigið fram og sagt sögurnar og allir þáttakendur geta sagt sína sögur. Það hver og einn sem grúskar í sögu formæðra sinna
Er þetta ekki kærkomin afþreying fyrir fólk á þessum tíma að vera heima og fara að skoða en söguna sína af því að saga formaðir okkar er auðvitað saga okkar? Jú, ég held nefnilega í staðinn fyrir að horfa á þetta sem hindrun, þú veist, og segja, það er ekki hægt að gera þetta núna, þá held ég einmitt að þetta ferðalag verði í raun ennþá dýrmætara fyrir þessar konur sem munu taka þátt. Vegna þess að eitt af því sem við lærum, þessar konur gengu í gegnum alls konar og upplifðu jafnvel tíma sem reyndu á svipaðan hátt og við erum að upplifa núna. Og ég held að það verði áhugavert að einmitt vegna þessara tíma sem við lifum núna að spegla sig í þessum sögum. Ég er spennt að heyra sögurnar og lærdóminn þannig persónulega lærdóm sem kemur út frá þeim. Því að eitt af því sem til dæmis ég áttaði mig á því að vá hvaða er dýrmætt að hafa fengið í arf til dæmis þrjóskun hennar ömmu. Þannig að við, eins og þú orðaðir það, saga þeirra er hluti af sögun okkar og ég held nefnilega að þetta verði alveg sérstaklega dýrmætt á þessum tíma. Til fundar við formaður, það er líka á Facebook. Það geta allir fundið þetta námskeið þar. Já, það er sem sagt síða þar sem heitir Til fundar við formaður. Þú ert búin að vinna svona í þínum formaðurum. Má ég heyra aðeins af eina góða sögu frá þinni formóður? Ég heiti Sigurborg Kristín, dóttir Hrefnu, sem var dóttir Sigurborgar. Og ég ætla að segja svolítið brot úr sögun hennar Sigurborgar, móðurömmu minnar. Það er árið 1928. Ung kona liggur upp í rúmi og erfitt með að sofna. Hún leggur hönd á kviðinn. Hún veit að hún á von á barni, að hún er kona ekki einsömmul. Það hefur ekki verið staðfest af lækni, en kona veit. Og hún veit það líka að þau ekki eftir að verða hjón, hún og barnsfaðirinn, Jóhann Guðjónsson. Því kona veit.